Hatiti eru honum til aðstofar en Keflvíkingar verða án Orra Ragnarssonar á næsta tímabili en hann á láni núna frá Víkingunum. Henni kemur sendingin inn á teina Arnór Yngvi færi Ásgeir missir að boltanum og Arnór Yngvi Traustason kemur KR-ingum yfir. Frábærlega gert hjá KR-liðinu steinsofandi varnarmann Keflvíkinga og Arnór Yngvi kláraði þetta feikilega vel. Gömlu mennirnir, ég veit það ekki, jú, 33 ára á árinu. En þetta var mjög smekklega gert hjá þeim og Arnór Yngvi tók færið þarna virkilega vel hjá Aron Sigurðsson. Arnór Yngvi er svona þykjast stinga við fæti, þetta er leikþáttur. Séð það, rykkir af stað. Ásgeir og Ásgeir. Ég ætla að segja þetta var mjög skemmtilega gert hjá þeim, það er ekki eftir að sé þetta, en Davíð Helgi Aronsson, hann tekur rás, sá stóri, kipar honum út á Mohamed Al Ghul í fyrirgjastu, kemur sendingu, fastur bolti, þeir eru bara jafna! Marin Mudrasia kemur boltanum í netið örfáum sekúndum eftir að KR-ingar náðu forystunni, en virkilega vel gert hjá Keflvíkingum, sterkt hlaup hjá Davíð Helga sem var komin á Al Ghul og fyrirgjöfin var smekkleg inn á Marin Mudrasia sem myndi að taka miðuna, Sindri á Marin Birgis, nú sjáum við hérna lánsmaður frá Víkingunum, Davíð Helgi. Þetta er huggulega mjög vel gert hjá hann, sjáum við þetta. Keyrir bara inn í hjarta, framhjá Eiði Gauta, framhjá Lukurey, leggur hann á Mohamed Al Ghul og hérna er þessi fyrirgjöf mjög. Kemur hérna með sendingunni inn á tegin, skallinn inn á tegin, þetta er á fjær, þessi er í netinu, Keflvíkingar eru komnir yfir! Marin Mudrasia setur hann hérna yfir línuna eftir það var bara vel hefnað hornspyrnu hjá Keflavík. Það er Mudrasia, hann er gammur í teignum, hann veit hvar boltinn dettur og setur þennan yfir línuna. Keflavík 2, KR 1. Og hann er búinn að þurfa að þola það svolítið að sitja spýtunni, Marin Mudrasia. Hann er að nýta tækifærið núna vel, hérna sjáum við þetta, skallinn frá Sindra Snæ Magnúsinni, hællinn, huggulegur hæll hjá Mudrasia. Já, mjúkur hérna. Taka rásina. Laumar sér bara út úr vörninni og Aron Sigurðsson fyrirliði KR-inga gerir þetta vel. Aron, sem Eiði Gauti er að lauma sér að fjæra hana. Arnór Yngvi, sjáum að Eiði Gauti lúrir á fjær og hann er í jafna. Frábærlega gert hjá Eiði Gauta. Sendingin hjá Arnór Yngvi var góð, en sjáum Eiði Gauta, jújú, ég ætla að leyfa mér að segja að ég kalla þetta. En frábærlega gert hjá KR-liðinu því að þurfti að setja boltann í svæðið. Sem Ásgeir Páll sleppir Eiði Gauta. Arnór Yngvi veit hvar Eiði Gauti er. Og þetta er hágæða fyrirgjöf hjá Arnór Yngva sem að skoraði fyrsta markið. Í markinu handsama þennan. Keflavík. Já, bara bæði liðið átt sína kafla í leiknum en henni er Conte að gera vel. Skilur Sigur Breka eftir Conte að nálgast teginn. Alfa Conte. Það reynir að finna samir að finna hann hérna í Eiður Orri fyrir á hægri, Eiður Orri í færi, Eiður Orri fyrir skoti fyrir hann að varnarmanni og dettur laus í tegnum Alfa Conte. Alfa Conte setur hann í samskeytin og er að koma Keflvíkingum yfir á 89. mínútu. Frábærlega klárað frá Alfa Conte. Keflavík 3, KR 2 á 90. mínútu. Alfa Conte með þungan hníf hér þegar framhjá Sigurði Breka og Gyrði með sendinguna hérna, sjáum þetta á Eiður Orri gerir vel, hliður í skotið. Hver mætir? Jú, hann er mættur í sendibyrginu Conte og veit nákvæmlega hvað þetta horn er og frábær afgreiðsla frá Sierra Leone manninum og tekur hérna fagnið með boltastrákunum, huggulega gert. Já, Conte, Keflavík.